Við ætlum að fara í fyrirsögn nummer 2. Þar þetta rosalegt maður. áfram meiri sigur fyrir lýðræðið í Evrópu. Maður sá þessa fyrirsögn Le Pen sakfellt fyrir fjársvik. Marine Le Pen sem er formaður það sem að þeir kalla harlínu hægri flokksins þjóðfylkingarinnar. Sem töluvert betra en að kalla á öfga hægri, þar ég að segja. Það áhugavert einhvern veginn, einhver staðar núna á leiðinni þá hafa þær ákveð, við verðum ekki hægt að kalla þetta öfga hægri og finna eitthvað nýtt og það þá harlínu hægri. En þjóðfylkingin sem sagt sakfellt á frönskum dómstól fyrir fjársvik og maður hugsar, maður, ég held að hún væri bara í pólitík og hún bara maka krókin og eins og Nancy Pelosi og allir demokratarnir sem eru milljarðamæringar bara á því að vera í opinberum störfum. Svo fer maður að lesa þetta betur. Nei. Hún er ekki hagnast á einu þarna, Marine Le Pen. Heldur snýr þetta að því að þjóðfylkingin fékk sem sagt peninga frá Evrópusambandinu sem átti að standa undir kostnaði við aðstoðamenn þingflokks þjóðfylkingarinnar á Evrópuþinginu, en í staðinn var peningurinn notaður til þess að greiða almennum starfsmönnum flokksins. Vá, svakalegt. Þetta bara fjársvik. Ef hún fyrir jailið fyrir þetta, þá þetta bara... Þetta náttúrulega crazy og það sést langar leiðir auðvitað hvað að gerast þarna. Þetta stjórnmálamaður sem búin að vera að sækja sér veðrið og auka fylgi gríðarlega. Þjóðfylkingin orðin með stærstu flokkunum í Frakklandi og hún hefur tilkynnt að hún ætli að bjóða sig fram til forseta í Frakklandi árið 2027. En þessi sakfelling þýðir auðvitað það að Marine Le Pen ekki heimilt lengur að bjóða sig fram til forseta. Wow, who could have guessed? Og þetta fagnaðir einstri liði. Einmitt, það allt í lagi að útiloka og banna hluti sem ég á móti sko. Já, það í lagi. Lýðræði má alveg traðka því sko, en þetta alveg ótrúlegt að sjá þetta sko. Þetta skítlegt. Egill Helgason til dæmis, hann var eitthvað að kommenta á þetta. Það eitthvað í kommentunum fólk sem að tala þessa þróun, að þessi að vera að taka stjórnmálamenn sem ekki þóknanlegir elitunni, að vera að cancela þeim og þá segir Egill Helgason, makalust að lesa ummæli dóminu við Marine Le Pen og liðsmenn hennar. Þau eru dæmt fyrir stórfelldan fjárdrátt í þágu flokksins. Ljótur ferillinn á því sviði nær endar víðar. Því þjóðfylkingin þáði peninga frá Pútín á sínum tíma. Já. Fengum við ekki líka peninga frá Pútín henni í hruninu? Það var allavega þannig að einu ríkin sem voru tilbúin til að aðstoða okkur fjárhagslega, þegar að bankarhrunið var og allar lánalínur voru slitnar og Evrópusambandið vildi ekki hjálpa okkur og bandaríski seðlabankin vildi ekki hjálpa okkur, þá var það sem sagt Rússland, Pólland og Færeyjar sem buðust til að lána okkur peninga. En það náttúrulega stór glæpur að þykja það fyrir sko. Ég meina, mér finnst þá að við getum alveg dæmt Ingu Sæland í fangelsi fyrir Já. Ég meina, ef við ætlum að fara út í það. Já, ef við ætlum að vera í þessu sko. Já, þá að hún ekki bara fara í jailið og má ekki bjóða sig fram og það ekki bara það flott? Þetta stórfelldur fjárdráttur, þú veist. Egill Helgason segir, þetta einfaldlega réttvísi og hún á að vera blind á hluti eins og stjórnmálahagsmuni. Því miður náði réttvísin ekki utan bankahrunið 2008 þegar í raun hefði átt að dæma fjölda fjármálamanna út alla veröld. Heimurinn sípu segið að því. Í fjármálageiranum ríkir allt og mikið refsileysi. Svo þetta aldrei skóplegt að þeir sem veina sárast undan dómnum yfir Marine Le Pen eru andstæðingar ESB. Já. Það eitthvað skóplegt. Voða skóplegt. Þetta ESB að jaila pólitíska andstæðingarna sína. Hvað að þér? Þetta alveg sérstætt. Æ. Já, þetta en við töluðum daginn þá var forsetaframbjóðandi í Rúmeníu sem að þótti of mikill harlínu hægri maður að hann var líka tekin út og þetta svona endurtekið stef sem við sjáum í evrópskum stjórnmálum að þeir sem eru kallaðir harlínu hægri eða populískir flokkar sem að vilja taka á brjálæðislegri útlendingastefnu eða landamæraleysi og svo framvegis, þeir eru bara teknir niður af þessari sömu elítu og ræður ríkjum þarna
Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullir lengt, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.